einstöku introið sko 20 eða 30 sekúndur og þú bara eitthvað... Þetta góði, ég var að fá mig kaffi. Herðu, hérna, það rosalega vont, Halldór. Hvað þetta? Þriðja skipti sem við erum að taka þetta intro, því að þú glemdir að kveikja á hátalaranum og glemdir að kveikja á mækinum og... Come on, erum við... Það sést á því að þú varst gjörsamlega búin að missa alla innbendingu og svona að ráfa hérna eins og ég veit ekki hvað. Það eru tæknilegir örðuleikar sem að ég reyni að fela fyrir áhörendum. Þú þarft ekki að vera að ítreka það eitthvað hérna í einu upptökunni sem að gekk. Nei, er þetta komið núna sem sagt? Ég held og við ætlum að fara hérna taka mótorhjóla þáttinn. Halli Davidson kynningin sem við vorum með. Og hún er auðvitað í boði Lagnaþjónustu Suðurnesja því það er svona nánasti mótorhjólamaðurinn sem við þekkjum og er að hjálpa okkur með þessa þætti. Lagnaþjónustu Suðurnesja er held ég bara einn af fjölmörgum góðum styrktaraðilum sem að styðja við bakið á okkur og með stærri pípulagningafyrirtækjum landsins. Já. Og hérna, hefur þú keyrt mótorhjól? Ég hef ekki keyrt mótorhjól. Af hverju hefur þú ekki keyrt mótorhjól? Ertu ekki mótorsport? Ég hef ekki keyrt sko, ekki svona mótorhjól, en sko, ég hef keyrt svona krossara og það var þá þegar ég var held ég 14 ára sem ég lofaði sjálfum með því að ég myndi framvegis keyra tæki sem að væri á 4 hjólum og með veltibúr. Og ég held að ef ég hef ekki staðið við það lofar gagnvart mér að þá sæti ég ekki hér í dag. Nei, ég var alltaf á mótorhjólum. Ég held að við mikið eftir ef þú ert ekki búin að gera mótorhjól. Ég held að stefnan okkar verður að það verður einn þáttur, ég ætla að segja pilot, en það verður einn þáttur mótorhjólapröfu Halldórs. Já. Og ég ætla að fá lánað mótorhjól. Sko, það sem að mér finnst næstleiðilegast í heimi. Það verður bara 50 kubik, skilur eða eitthvað. Já, það kannski gengur því ég ætla að segja. Svo slasið ekki mikið? Nei, en sko, þetta var nú ekki sérlega öflugt tæki sem ég næst ég búin að drepa mig á hérna árið. En sko, náttúrulega, þessi Lagnaþjónusta er svolítið fyrir mér. Já, fyrir ekki. Góð spons, en hann er svolítið fyrir. Já, sko, það sem ég var að segja, að hérna, það sem mér finnst næst leiðilegast í heimi, að það er að þurfa að keyra tæki varlega. Já. Mér finnst það hræðilega leiðilegt. Já. Sko á 50 kubika mótorhjóli. Þá gæti ég mögulega verið alveg í hvínandi. Já, það er fínt. Það er fínt. En vandamáli við sko að það er engin myndavél sem snýst svona hægt. Þannig ég þyrfti að vera mjög nálægt þér. Ég er svona byrjaður að setja upp sko tökuna. Já, ég hugsa. Þetta gerum við í endamæ. Við gerum þetta í endamæ. Ég sé jafnfær á mótorhjóli og þú ert á myndavél. Já. Þannig að þetta verður áhugaverður þáttur. Þú ert þá ekki sérstakur. Ef að verður. En. Við stöndum þetta. Já. Þú segir Harley. Já. Þetta var eitt af fyrstu innskotunum sem við tókum upp, ef ekki bara það fyrsta. Já. Og þetta var mjög skemmtilegt innskot. Já, ég man að ég var að stilla upp fyrir þetta og þú varst eitthvað að tala viðmælendan og svona og mér fannst nú einhver kunningsskapur á milli ykkar. En svo var það ekki fyrir en upptakan var byrjuð sem ég komst að því að þetta er bróðir í þér. Já, þetta er litli stóri bróðir minn. Þetta er litli stóri bróðir. Já. Og hann hérna er svona nett ruglaður að ef hann sest á hjólið þá þarf hann alltaf að keyra svo langt. Og alltaf með einhver svaka plön og skipulag og fara hringinn í kringum landið og svo aftur hringinn í kringum landið daginn eftir. Þetta er svolítið sérstakt. Er hann sá eini í fjölskyldunni? Já, hann er svo eini sem er svona ruglaður sko. Já. Ég er ekki þarna sko. Nei. En það sem mér fannst skemmtilegast við þetta innskot þá var þegar ég fikk að prófa. Já. Og við þurfum að gera fleiri svona innskota sem ég fæði að prófa. Við ætluðum að gera svolítið meira af því að við séum að prófa tækin, ekki endilega þú, því að það er kannski ekki þín sterka hlið. Þú keyrir ekki eins og mótorhjól. Nei, ekki mótorhjól. Þess vegna... Hefurðu prófað jetski? Já. Já, ég prófað jetski. Ok. Ertu mjög hissa á þessu? Já. En við þurfum að gera meira af þessu, þar sem við prófum tækin. Og upphaflega pælingin með þessu þætti var að við náttúrulega hefðum miklu meiri tíma til þess að sinna þessu heldur en raun ber vitni.
En við erum báðir búin að ákveða það að við ætlum að hætta í okkar aðalatvinnu og snúa okkur 100% að þessu og bara fuck everything else. Það má blóta hér, þetta ekki á RÚV. Nei, þetta kannski förum við á RÚV, en þá bara bípa þeir þetta. Ég er ekki að fara að gera það. Þeir sjá það. Þeir hljóta að vera með eitthvað greiðir þetta. Við ætlum að gera meira af þessu, að prófa tækin og jafnvel að koma okkur í vandræði á einhverjum tækjum. Leggja upp í ómögulegar langferðir á ólíklegustu tækjum og sjá hvort að við náum ekki að krafla okkur yfir línuna. Ef að þú kemst hringinn hérna, Reykjaneshringinn á mótorhjóli sem ég vel, þá skal ég fara sama hring. Mér finnst allt í lagi að þú veljir það ef að ég fæ fullvissu fyrir því að þú hefur ekki sinnt viðhaldi á viðkomandi tæki. Já, sko, það er fair. Svo lengi sem mér er alveg sama hver, einhver annar en þú hafi sinnt viðhaldinu, þá er ég til í þetta. Sko, leið mér að klára. Já, ég skal reyna. Þetta er orðið 4 leikir. Já. Fyrsti leikur er að þú ferð, og það verður mótor í því, ég er ekki skepna. Nei. Hringinn Reykjanesið á tæki sem að ég vel. Þá skal ég fara á einhverju tæki sem að þú velur. Og það verður að vera mótor. Já. Sama hring. Já, eða svipaðan hring. Og við finnum einhvern sérfræðing sem getur reiknað út hvor fór hraðar, af því að þetta eru kannski ekki sömu tæki. Já. Skilur. Það hlýtur að þetta reikna út, skilur. Nú þú ert komin út í einhvern eðlisfræðilegan ómöguleika, sko. En við finnum út í því. Svo er næsti leikur að þú farir einhvern svolítið góðan hring á tæki sem ég hafi gert við. Já, nei, nú erum við komin í algjöra steypu. Ef við ekki bara vinda okkur í þetta einslag þar sem þú varst að spjalla við bróðinn. Jú. Það var bara fínt. Okkur ekki hvar við erum. Sælurtu, hver er þú og af hverju þú Harley Davidson hjóli? Hvað gerist? Sko, ég heiti Jón Berg Reynisson. Já. Erum eins og bróðið þinn. Já. En ástæðan fyrir að ég er á Harley Davidson er vegna þess að ég er bara búinn að kynnast mjög mikið af típum. Hvernig þær eru og hinum á þessum göllum, hvað getur klikkað og hvað þarf að gera. Harleyin, hann er svona amerísk framleiðsla frá framleiðanda sem að framleiðir bara mótorhjól og maður getur einhvern veginn alltaf redda sér í öllum aðstæðum. Þannig eiginlega datt ég inn á þetta, hef verið hrifinn af þessu síðan. Já. Keypti þetta hjól fyrir rétt tæpu ári síðan og sótti það á Akureyri og það hefur verið þetta klikkað í nokkuð skipti en einhvern veginn hefur það alltaf reddast fyrir vikið. Klikkað? Fyrsta ferðin var nú ekki alveg draumaferðin upp á það að gera. Maður hoppaði á hjólið, maður brunaði af stað og var með alveg svoleiðis heitan og góðan sæluvind 17. júní hérna fyrir norðan. Manni leið svo vel og svo einhvern veginn þegar ferðin var að verða hálfnuð og drafði á sér. Já. Endaði með því að sparka af því einn af petulunum og svo hristist það til á meðan að ég var í framúrakstri og ég þurfti að hægja á mér og fólki horfði á mig eins og ég var eitthvað klikkaður. Já. Hvar varstu þá? Við Bifröst. Svo það 10 kilometrum frá. Þeir hafa nú yfirleitt sagt að Harley Davidson, ef það er ekki olíupollur þá er það bilað. Já. Þannig að er þetta þannig með þetta hjól? Það er nú auðvitað líka annað sagt þetta, sko, Harleyin, hann leikur ekki olíu, hann svitnar hestöflum. Hann svitnar þetta, já. En hvað segirðu komið langt síðan? 1 ár síðan þú eignaðist þetta hjól? Tæplega 1. Það var bíladaga sem ég flaug norður. Þá hafði ég verið búinn að gera díl að koma og skoða hjól. Var að vísu búinn að sjá það áður og leist vel á það og ákvað að fljúga norður og keypti það á staðnum og síðan bara ógeði heim. Já. En þú varst að segja mér skemmtilega sögu hérna áðan. Þú ert búinn að fara nokkru sinnum á Akureyri og jafnvel lengra á þessu ári. Sko, yfir síðasta ár þá myndaðist þessi pæling að vera ekki bara bæjarúntari og kannski vera að fara að skjótast og fá sér ís í einhverjum bæjarfélögum í kring. Þannig að ákveðið var að taka einhverjar hringferðir en ég ákvað að fara þá eina ferð til þess að hita upp og fór einn. Það var mjög erfið ferð.
Það var rosalega þreytandi og fór illa með líkamann en tók mig það bil 3 daga með stoppi á Akureyri í 2 því ég þurfti að hvíla mig. Já. Og svo þegar ég kláraði restina af leiðinni þá var ég svo búinn í löppunum að ég gat alltaf stíga af hjólinu. Svoleiðis. En út af því ég fór þá ferð þá hitti ég fyrir góðan vinn sem að spurði mig hvort að ég væri þá ekki klár í að taka eina ferð á innan við sólarhring. Ég sagði já, gef mér kannski viku eða 2 til þess að jafna mig. Já. Hann hringdi mig eftir 2 daga og við fórum daginn eftir. Svoleiðis. Það var bara þannig. Og í heildina þá fór ég 3 hringi í kringu landið á innan við 2 vikum. Innan við 2 vikum? Innan við 2 vikum. 2 hringirnir voru gerðir á innan við sólarhring. Já. Og hvað, bara þið 2, fyrst þú 1, svo þið 2, einhverju fleiri, er þetta stærri hópur? Eða? Alveg í einhverjum hópum, sko, það safnast að rosalega mikið. Mótorhjólasamfélag á Íslandi er rosalega stórt. Já. Og mikið til og eiginlega bara allir mjög góði vinir. Þannig að það er bara hent saman í hóp og svo er bara hjóla. Já. Og haft gaman að því. En hvað segir konan við þessu? Já, konan eftir að ég fór að taka svona rosalega mikið af mótorhjólum þá ákvað hún að fara í prófi sjálf. Þannig að hún endaði bara með því að vera á Harley Davidson við hliðina á mér. Já, hún er líka á Harley? Já. Og stærra hjóli en þú auðvitað? Já, auðvitað. Það má ekki vera þannig. Það má ekki vera öðruvísi en það, sko. Meiri manneskja á stærra hjóli. Hvaða mótor eru þessu? Er þetta svona alvöru 2000 kúbík og 130 hestöfl og eitthvað? Já, við skulum nú ekki segja það, sko. Ég er í minna mæli. Ég er með 88 mótor sem er framleiddur á Harley, kallast Twin Cam. 1450 kúbík. Okay. Og þetta hjóli frá 2006 og kallast Softail Deuce. Það er öðruvísi típa en flest allir aðrir Softailar og er rosalega þægilegt og gott hjól bæði í það að vera rúnda innan bæjar og fara lengri ferðir. Já. En konan á hvernig hjól er hún? Hún er á Sportster 1200 kúbíka. Já, ok. En ég hef nú aðeins komið við mótorhjól. Mótorhjóli einhvern tíðan og reytið þig nú í leikskólan. Kannski fékkstu æðið þar. En einhvern tímann ætlaði ég að fara í svona chopper eins og þetta er. Og ég fékk lánaðan chopper í Reykjavík og keyrði Reykjanesbrautina suðrættir. Mér er aldrei leiðist eins mikið. Hvernig er að keyra chopper hringinn í kringur landi? Maður svona hugsar, þetta hlýtur að taka bara óra tíma og hvernig eru sætin á þessu? Sko, sætið á mínu að vísu er mjög óþægilegt. Eins og við sjáum þarna þá er ég með svona það sem við kallum gamlingjabúða. Værirðu þá búin að fara oftar hringinn ef það væri þægilegra sætið? Sennilega, af því að ég hef verið með verki í rófubeininu, bakinu og alls konar við að gera þessar nokkru hringi sem ég hef farið. Sko. En utan þess sko að vera fasturinn í hjálminum, það var nú einn snjall maður sem að sagði mig þegar ég var yngri og var að byrja svona í mótorhjólunum að vera inn í hjálminum væri svokallaður sálfræðitími. Og manni líði bara rosalega vel, einn með sjálfur og þið líður svo vel og það er eitthvað við það að klippa því í burtu frá aðstæðum. Þú ert bara komin eitthvað, ef eitthvað kemur upp á þá ertu bara þar, það er ekkert stress eða vesen og þú veist að næst í því þegar það næst í því og þú ert bara búin að ákveða það. Það er bara svoleiðis og það er svoleiðis í mörgu af þessum akstursréttarsportum. Sko, í fyrsta lagi þá getur maður nefnt að maður er alltaf að hlakka til svona undir endan að ferðin sé búin með hvernig manni líður í líkamanum. En þegar ferðin byrjar, fyrstu mínúturnar eru rosalega erfiðar vegna þess að þú ert ekki viss. Þú ert ekki viss hvað þú ert að fara út í, hvernig veðrið verður, hvort að vegirnir sé í lagi, hvort að koma eitthvað upp á og þú hugsar út í næstu 20 pluss tíma og ert bara spá í hvað þú ert geðveikur, að reyna að takast á við þetta. En leið og þú ert komin áleiðis, að finna fyrir veginum, hraðanum, vindinum, vera búin að fá allan að frið og ert búin að skoða umhverfið, þá er þetta allt öðruvísi. Þú ert komin á leið, þú getur hætt við og snúið við en það væri engin tilgangur í því. Og þegar þú ert komin hálfa leið, þá er það ennþá betra því þá er bara ein leið heim, sko, annarkvort hringinn. En yfir höfuð þá hafa þessar ferðir nú aldrei gengið algjörlega klakklaust fyrir sig. Það hafa komið upp á komur, það hafa verið mismunandi sprungin dekk,
Í eitt skiptið hengum við í Móa í 2-3 tíma að bíða eftir bíl til að sækja hjól, sem var að vísu þetta hjól. Í annað skipti þá fór ég á hlið í Hornafirðinum, á Hornafjarðarbrúnni held ég hún heiti, og þar frekar ljótt slys en endaði mjög fallega vegna þess að við náðum að púsla saman hjólinu og á endanum þá held ég að við ekið 1000 kilometra eftir það á hjólinu eins og það var, og ég líka bara í góðu lagi, sem betur fer, endaði betur en það leit út fyrir að vera. Og mikið af þessum ferðum innihalda rosalega mikið af svona breytingum, skilyrðum, veðrið. Hvert einasta skipti sem við höfum farið þá höfum við hugsað út í það að við séum með veðurglugga, getum elt góða veðri allan hringinn. Svo koma upp tafir og annað og síðan verðum við fyrir einhverju kannski eins og sprungnu dekki og þá tefjumst við kannski 1-2 tíma þangað til það er búið að redda hjólinu eða annað og þá kannski mætir okkur þoka eða rok eða rigning. Og aldrei lent í snjókomu eða það alvarlegri snjókomu að það við þurftum að hætta, en þetta hefur oft verið rosalega tvísýnt. Eins og til dæmis í ferðinni sem að ég fór á hlið þá tókum við ekki eftir því fyrir að byrja að rökkva að framljósið mitt var að byrja að vísa niður á við. Þannig að þegar við keyrðum inn í svartþoku þá sá ég bara skuggan minn varpast beint fyrir framan mig að því að hjólinn fyrir aftan mig voru með svo skær ljós og ljósið mitt var ekkert að vinna á því. Og það var nótið þess að gera þig hálf geðveikan á ferðinni, sko. Já. Og þeir segja náttúrulega að þú veist að tala veðrið, sko, er það ekki í markasetningu Íslands if you don't like the weather, wait a minute. Það er eiginlega meira breytist bara jafn hratt og þú keyrir. Já, þú veist, í mótorhjólamennskunni er það eiginlega meira þannig að ef þú bíður þessa mínútu þá versnaðu bara og versnaðu það, sko. Já. En, já, ég veit ekki, við kannski rúllum aðeins yfir hjólið á eftir og svo er nú gaman að fá að prófa. Ég hef aldrei prófað Harley Davidson, hef ég nú prófað mörg hjól ævina. Bara minnsta máli. Þannig að ef við ekki bara vinda okkur í það. Hvað segir Jón? Hvernig virkar þetta svo? Já, hjólið sem slíkt virkar eins og öll önnur hjól, það rennur áfram, það eru 2 dekkjum, þú ert með þyngdarpunktinn og allt svoleiðis, en auðvitað Harley mótorinn er svolítið kraftmikill mótor. Hann kippir rosalega mikið í þegar þú ert að gefa inn. Og sérstaklega það sem átt eftir að taka eftir þegar þú ert að skipta gír, þið líður eins og þú sért búin að brjóta eitthvað inn í mótornum eða gírkassanum þegar þú gerir það. En öðruvísi en það þá er þetta hærra stýri. Það kemur ekki orginal með því. Ég setti þetta á svona. Mér finnst það upp á ásetinu að gera miklu þægilegra þegar maður er að fara lengra. Það er kannski eitthvað sem þú þarft að venjast af því að þú hefur sennilega verið meira hérna niðri. Er þetta ekki bara sama tóbaki? Þetta virkar alveg eins og öll önnur mótorhjól. Þú veist, sem Harley maður þá má ég nú ekki segja öðruvísi en það að þetta er sennilega, þetta er mótorhjól miðað við öll önnur. Þannig að, ertu tilbúin að reyna á það? Já, ég er tilbúin að prófa. Þá reynum við þetta. Já, ég skil hvað að vera með sætið. Þetta er nú ekki mixta sætið sem ég hef sest á. Enda sko, þú veist, ég vil nú ekki játa það en ég setti þennan auka gamleikjabúða á það svo ég myndi þola að fara ferðir, sko. Ég held allar að segja fyrir mig, en takk fyrir að fara ekki þangað. Já, fyrir að ég vil ekki segja það. Hvað verður maður ekki þreyttur í öxlunum á þessu monkeybar? Nei, ég verð mun þreyttari bæði í mjóbakinu og öxlunum ef ég er að halla mig fram. Þetta heldur mér góðum. Ég er að halla mig betur aftur og sitja beinn, minni þreyta. Ok. Og hvar er þetta sett í gang? Hver á að sjá eitthvað á þess að taka? Þetta er nú... Harley konsólinn á þessu hjóli er þannig uppsettur að hann er með lyklaskrá sem þú setur bara lykilinn í og svissar á eftir það þarft ekki að hafa lykilinn. Þannig að þá bara svissar maður á. Svissar þarna, já. Svo er það bara að taka afdreiparann af og starta. Ekki blókið. Þetta er bara alvöru. Þetta er fá smá feeling. Þetta svissa á þessu. Já. Þetta höggið sem það tala um.
Þetta alveg. Akkur eignaðist ég aldrei Harley? Þú verður að vera með hjálm og allan öryggisbúnað, sko. Já. Þetta er bara fyrsta hjálpur. Sem að komast að því að hún leiddist svo mikið af hjóla og hann var alltaf á einhverjum öðru en mótorhjóli. Jæja, hvernig var þetta? Þetta er athyglisvert. Maður er búinn að gleyma þessu, hvernig er að vera á mótorhjóli. Þetta er ótrúlega hjól. Það rífur í. Þessar Hondur eru helviti öflugar. Já, þetta er nú reyndar ekki Honda. Sko, sem Harley maður þá verð ég nú ávitaði núna, sko. Svona tala maður ekki. En ég hef aldrei keyrt Harley Davidson áður og þetta var alveg rúndur, svakalegur kraftur í þessu og maður fær einhvern veginn svona, já, alvöru mótorhjóla feeling, en það hljóði líka ekki skemma. Gekki það? Já. Beggi, þessi tæki bremsa á einu hjóli. Einu hjóli. Nei, þú tyllir nú á afturbremsuna stundum. Ha? Þú tyllir stundum á afturbremsuna. Já. En aðalega ertu með frambremsuna, já, en þú tyllir á aftur svona þegar þú þarft þess. Mér finnst það hljóma alveg hræðilega, sko. Það verður Ég reyni yfirleitt að stilla, sko, rallybíluna mína þannig að það bremsa, sko, helst aðeins meira aftan heldur en það framan, sko. Já. Og tilhugsunin að undirstýra svona á tveimur hjólum, hún er ekki góð. En reyndar, ástæðan fyrir því að ég gaf mér þetta loforð sem ég minntist á áðan var það að ég vissi þetta ekki. Og ég var að koma niður brekku á eins miklum hraða og þetta tæki náði. Og stekst á afturbremsuna. Og neldi á afturbremsuna, kannski sem betur fer. Já. Og það er alveg ótrúlega löng bremsuvegalengd frá 100 og eitthvað. Þegar að flöturinn sem er að strjúkast í göttuna er ekki stærri heldur en sko hluti af lófanum á mér. Það hafa allir lent í þessu, allir klúðrað þessu og þú munt klúðra þig aftur þegar þú ferð á þetta tæki af mínu eigin vali. Já. Og munt gleyma þér. Já, en mér líst vel á þetta setup, sko. Við séum kannski svona svolítið að skora hver á annan með einhverjum svona hálf kjánalegum áskorunum. Mér finnst þetta ekkert kjánalegt. Þú á mótorhjóli sem ég Já, þú ert ekki búin að segja mér hvernig tæki þetta á að vera. Þú ert búin að samþykkja það. Ég er strax sko með alls konar pælingar. Og svo fórst þú síðasta sumar á svona traktorstorfæru á Flúðum. Já. Og inn í þessari traktorstorfæru eru menn að aka svona sláttu traktorum, mikið breyttum, í hringi og keppnin felst í því að þú átt að komast sem flesta hringi á einhverjum ákveðnum tíma. Já. Það er ekki mikið af öðrum reglum þarna sem hentar þér mjög vel. Þetta mér mjög vel. Mjög mikið svona freestyle. Já. Og þetta ætlum við að gera í sumar. Já, það var einhver sem var að skora á mig þarna. Já, ertu komið með tæki? Nei. Þá er bara að fara að vinna í því. Já. Þetta er nú alltaf að poppa upp á Facebook hjá mér. Ég finn nú bara að fara að kaupa traktor. Já. Ég var að pæli að fá hann Ragga Gröndal til þess að hjálpa mér að... Já, hann hefur ekkert annað að gera því hann er löngu klár með sitt. Já, nákvæmlega. Það hlýtur að vera löngu klár. En við mögum ekki gleyma að við vorum auðvitað að tala um Harley Davidson hjólið. Harley Davidson, já, það er rétt. Þetta er geggju græja og gaman að fá að prófa hana. Já, en er það ekki samt svolítið skrítið og svona enn og aftur lýsið í hvaða viðmælendur okkar eru oft svona furðulegar manneskjur þegar að maðurinn segir að þetta sé æðislegt og frábært tæki en það sé mjög óþægilegt að sitja á því í löngum ferðum og hann notaði það bara í langar ferðir. Já. Þetta var alveg... Þetta er svona smá sjálfspíningakvöt. Já, hann var svolítið að tala sko í mótsögnum þegar hann sko, það var alveg geggjað að
fara hringinn og svo ákvað hann að fara aftur hringinn en það var alveg skelfilegt að hjóla á því og hann var alltaf að fá krampa. Já. En samt getur hann ekki beðið eftir að fara Og svo aftur. gæti hann ekki beðið eftir að komast aftur hringinn. Og eftir að hann var að tala við okkur og náði nú loksins hjólinu af mér, ég ætlaði nú ekki að láta hann hafa það, mér vantaði svo að komast einhvern smá hring, að þá fór hann norður í Hrútafjörðu eða eitthvað að hitta einhvern félaga sinn og aftur tilbaka. Já, já. Ég var að frjósa þannig eftir þessa 10 mínútna rúnd sko. Já. En svona er þetta, hann er klikkaði bróðirinn. Já, ég held að minn deila það, en það er gaman að vera í kringum svona fólk. Það við bara lifum fyrir það. Það er svo Og við ætlum að finna þetta fólk og koma með það inn í þáttinn. Já. Það er sko, það sem að kemur mest á óvart er hvað það er rosalega mikið af svona fólki á Íslandi. Ég held að þessi meira og minna allir. Ég held það Menn nefnilega. fela þetta, Já, en við getum fundið þetta í já, akkurat. Ha. og í næsta eða þarnæsta þætti þá ætlum ég að koma með smá innslag þetta tæki sem að þú ert að fara að keyra Reykjaneshringinu og ég ætla jafnvel að vera með 3 tæki sem að áhugandi geta valið úr. Já, það er skemmtilegt. Því að ég hef alltaf viljað fá meira interaktion frá áhörfundunum, sko. En svo eftir 4-5 ári eitthvað, þá mátt þú gera þetta mig. Já, það mun ekki líða svo langur tími og ég mun pottþétt velja einhverja leið og eitthvað tæki sem að er sérstaklega til þess fallið að þú komið þér í klandur. Mér finnst þetta að vera sama leiðin. Sko, er hægt að komast upp á Þórðarfell á sláttutraktor? Já, ég geti það. Akkurat. Og ég nefnilega veit að það skiptir engu máli hvað ég segi núna, að meðan að upptakan er í gangi, þá myndir alltaf segja já, það er hægt, sko. Já, það er ekkert mál. Já, Bara, svona að við bara sjáum þetta gerast. Ha, þú þarft að pröfukeyra þennan sláttutraktor fyrir hérna traktorstorfæruna á Þetta flóðum. verður. Þetta væri bara tilvalið. já, sammála. Við höfum fullt af hérna góðum vinum sem að væri til í að standa við bakið á þér, nei, afsakaðu, Eitt er standa víst. bak við þig Já. og gera grín að þér þegar þú getur þetta ekki. Eitt er víst. Að ég mun vinna þessa keppni. Nei, Jú. ekki séns. Jú. Það er ekki séns. En, Vittu til. Beggi minn, þetta eru örþættir. Já, við höfum að hætta. Þýðu nú. Þangað til næst. Takk fyrir.